Þá það fjórði dagskrárliður, Austurbrú útlit á kvistum. Preben Jón Pétursson ælista óskar eftir umræðum annað lið fundargerðar skipulagsráð, dagsett 8. mars 2017. Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Ég ætla ekki að hafa neina langloku þetta mál. Búin held ég ræða þetta tvívegis í pontu, en reyndar ekki undir þessum lið sérstaklega. En ástæðan fyrir hverju ég vil taka þetta upp í bæjarstjórn að í mars, nei, árið maí fyrirgefðu, þá var gefið út framkvæmdaleyfi á Austurbrú 2-4. Þar bókar áheyrnarfulltrúi í skipulagsnefnd, sem hét þá, með harðára bókun útlitið á húsunum, þar sem það átt sér stað breyting frá kynningu á íbúafundi og þar til framkvæmdaleyfi að gefa út. Nú, við hefum rætt þetta tvisvar í bæjarstjórn undir öðrum liðum, en á skipulagsráði núna fyrir þessum mánuði, þar bókar Edvard, fulltrúi VG, eftirfarandi bókun og langar mig að lesa hann upp með leyfi forseta. Fulltrúi VG óskar bókað að hann telur að skipulagsráð hafi gert mistök með því að samþykkja útlit húsana á Austurbrú 2-4 gegnum veitingu byggingarleyfis á fundi okkar 24. ágúst 2016. Í greinargerð með deiliskipulagi fyrir Drottningarbrautarreit stendur: nýbyggingar skulu taka mið af yfirbragði gömlu byggingarinnar hvað varðar stærðir, hlutföll, form og efnisval. Eftir því sem við á, hvort sem verður að ræða nútímalega byggingar eða byggingar í gömlu stíl, sjá blaðsíðu 3. Skýrt einnig að skipulagsnefnd skal meta þessa þætti sérstaklega við umfjöllun og afgreiðslu aðaltekninga og hefur ráðið áður nefndin fulla heimild til að hafna þeim kröfur eru ekki uppfylltar, sjá blaðsíðu 18. Á opnum kynningafundi í bænum 28. janúar 2016 var útlit húsana kynnt með mæniskvistum. Þegar máli kom til afgreiðslu á lokuðum fundi skipulagsráð þann 27. apríl 2016 hefur útlitinu verið breytt. Ráðið óskaði eftir skýringum og fékk hönnuði húsana til að samfara sig á útlit þessa húsa og samþykkti breytingar í ágúst. Við nánari eftirgrennslan má ljóst vera að mæniskvistar einkenna þau hús sem þarna eru og víkur þessi breyting því óásættanlega frá yfirbragði svæðisins. Skipulagsráð hefur úrslitað ákvörðunarvald útlit húsana samkvæmt deiliskipulagsskilmálum og vill VG að skipulagsráð snúi við ákvörðun 24. ágúst 2016. Jafnvel þó að það baki bænum einhverja bótaskyldu. Enda hús að ræða sem munu standa sem andlit bæjarins áratuga skeið. Tilvitnun lýkur. Þetta eru mjög stór orð og þessana vil ég fá að taka þetta fyrir bæjarstjórn. Ég sammála Edvardi í þessu og vil leggja til í framhaldi af þessu hér að mistök hafi verið rædd og bærinn kanni það hvort hægt sé að breyta þessum teikningum og fá þær svona í sambærilega götumynd og núna er í Hafnarstrætinu. Annað mál sem vakti athygli mína á þessum fundi var að Helgi Snæbjörnsson, ellista, tók ekki þátt í umræðu og afgreiðslu málsins. Ég velti fyrir mér út frá stjórnsýslulegu ákvæðum, má það? Er þetta ekki stjórnsýslubrot? Hann má bera upp vanhæfi sitt.
þá tekur ráðið bara ákvörðun það hvort hann vanhæfur ekki, og ef hann vanhæfur þá víkur hann fund. Ef hafnað því, þá ber honum að taka þátt í umræðu og afgreiðslu málsins. Þetta hefur gerst oft í skipulagsráði. Og ég vil bara beina því til að þetta hljótum að laga og óska eftir svörum ef einhver getur svarað með því, hvort að bæjarstjóri eða forseti getur svarað því, hvort að þetta sé rétt. Hvort að mönnum beri ekki að greiða atkvæði séu menn á fundinum og hafa ekki borið fram vanhæfi sitt. Ég reyndi gegn nokkrar fundagerðir og sá þetta oftar en einu sinni. Nú, varðandi þetta mál, þá lagði sviðsstjóri fram minnisblað og segir það algjörlega huglægt mat hvenær nýbyggingar taka mið af eldri byggð og hvað skilyrði þær þurfa að uppfylla til þess. Það þarf einnig að gæta jafnvægis þannig að útkomi sjálfstætt arkitektúrist form sem hvergi þykir fínt að gera eftirlíkingar. Ég les hérna bara hluta úr þessari punktum úr með minnisblaðinu. Það var nefnilega þannig að þegar við vorum að gera þetta deiliskipulag Akureyrarbær og ástæðan fyrir að þetta var klippt í tvennt, að þetta var ekki hluti af miðbæjarskipulaginu, var verulega ágreiningur það hvort það ætti að byggja á þessu svæði og hvernig skyldi byggja. Þá var þetta tekið sér út og reynt að gera það í sátt við íbúa bæjarins. Og það lá alveg ljóst fyrir strax frá upphafi að þarna var engin vilji til þess að arkitekt mætti túlka eða ráða í hvernig ætti að byggja þarna. Það var nefnilega nákvæmlega pólitísk ákvörðun og bæjarbúar vildu hafa ákveðin skilmála. Þess vegna var þetta sett svona ítarlegt niður í textan. Það getur vel verið arkitektum og mörgum finnst það að þeir eiga að fá að hafa ákvörðun hvernig húsið líti út, við gerum bara deiliskipulagið, en í þessu tilfelli var það ákveðið að þetta passi bara það að þeir gætu ekki farið út frá því að breyta ásýnd bæjarins á þessu stað. Jú, það eru þarna til staðar klárlega einhverjir flati kvistir, en það klárt og nú hefur einn af nefndarmönnum sagt það, að þetta hafi verið mistök. Þetta ekki í samræmi við núverandi götumynd. Og því legg ég til að bærinn kanni það og með einhverjum hætti hvort hægt sé að breyta þessar ákvörðun og fá þetta í það form sem ætlast að til í upphafi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Preben Pétursson hefur vakið máli sínu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil byrja því að þakka Preben fyrir að taka þetta mál hérna til umræðu af því að ekki það að sé svo endalaust gaman að vera alltaf að tala saman hlutin einhvern veginn og hjakki því, heldur sko bara ótrúlega mikilvægt að læra af þessu. Og ég ætla að leggja mitt af mörkum í dag með því að segja ykkur frá því umræðunni sem var aðdragandinn að þessar greinargerð og þessu deiliskipulagi og greinargerðin sem fylgdi því. Af því að það var tekist á að því ég sat í skipulagsnefndinni sko, þá ætla ég bara svona aðeins að fara yfir það því að það var tekist á þetta deiliskipulag eins og bæjarfulltrúi Preben var að lýsa þetta var sett í sérstakann starfshóp til þess að reyna að ná sátt eða bara hafa sátt, vinna þetta í sátt og vinna þetta svolítið djúpt og svona vel, leggja svolítið mikið í þetta. Síðan var tekist á það hvernig ætti í raun og veru, af því að það bara skemmtilegt, það var í raun og veru, sko, það var ekkert verið að takast á hvort að það væri mikilvægt að nýbyggingar á þessu svæði harmoneru mjög vel við byggðina sem fyrir væri, heldur var í raun og veru tekist á hvernig væri best að tryggja það.
og það skemmst frá því að segja að ég var þar undir í þeim átökum og og ennþá svekkt yfir því svo sem, en það alltaf, en með þeim rökum að því ég stóði þeirri meiningu að það væri langt best að setja inn í greinargerðina og sem sagt þar með deiliskipulag skilmálana að að sem sagt ytra byrðið, og ég ætla bara að vitna í mína eigin bókun úr skipulagsnefnd á þessum tíma, að sérstök ákveði með leyfi forseta að sérstök ákveði verði sett inn í greinargerð deiliskipulagsins að ytra byrði nýju húsanna svo sem klæðning, gluggagerð, gerætti og annað skraut eigi sér fyrirmynd í þeim húsum á svæðinu sem njóta hverfisverndar. Og þarna rök á móti þessu voru þau að það væri ef það væri sett svona bara nákvæmlega inn í greinargerðina, þá væri raun og veru alltaf ótrúlega auðvelt að fara fram hjá því ef menn vildu. Og það væri miklu betra að setja þetta fram þannig að að það væri bara skýrt að skipulagsnefnd bæri raun og veru ábyrgð á því að bara samþykkja þessar teikningar út frá þeirrum hugmyndum sem að koma auðvitað skýrt fram í deiliskipulaginu samfellu við þá byggð sem fyrir og þarna einmitt að mínu mati hefur skipulagsnefnd bara klikkað, skipulagsráð ætla ég að segja núna, og mér finnst og ég er ánægð með að Preben taka þetta upp að því að þetta svona, þú veist, hver veist þykir sinn fugl fagur og Eddi náttúrulega minn flokksbróðir og ég er afskaplega samt stolt af því að hann skyldi hafa sett fram þessa bókun vegna þess að hann tók auðvitað virkan þátt í því að samþykkja þetta og hann tekur auðvitað alveg sína ábyrgð á þessum mistökum og það finnst mér bara algjörlega til fyrirmyndar og væri betra að fleiri gerðu og oftar af því að það er bara þannig að mistök eru gerð og það er engin skandall, við bara gerum öll mistök þannig að við værum einhvern veginn held ég betri málum með þetta svæði og ég bara ég tek alveg undir það, þú veist, við vitum alveg að það myndi kosta bætur og alls konar leiðindi og vesen ef að við myndum fara að hræra í þessu núna en þá værum við bara að borga fyrir þau mistök sem við gerðum og sem að skipulagsnefnd gerði og ég ætla bara líka að segja að og bera pínu blaka af skipulagsnefnd sem að ég ætla að reyna að venja mig að kalla skipulagsráð hér eftir að þegar að inn á fund ráðsins kemur arkitekt byggingarinnar sem líka er bæjarfulltrúi í meirihluta, þá finnst mér þú veist, þá hlýtur að vera erfitt fyrir þau sem í skipulagsráðinu sitja að ætla einhvern veginn að fara að rökræða þetta verður bara einhvern veginn allt miklu flóknara og þarna var að mínu mati settu bara þrýstingur á skipulagsráð sem að það stóðst ekki og gerði þar með mistök í þessu mati og mér finnst að við ættum að bara kannast við þessi mistök og gera það sem að gera þarf til þess að leiðrétta þau og tryggja svona að við fylgjum þessum vilja sem var augljós sem kom út úr þessari vinnu og sem starfshópi að það væri að þessi nýju hús væru í samræmi við þessi friðuðu hús, þessi friðuðu göttumynd sem að fyrir Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóli Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Eiríkur Björn Björgvinsson bæjarstjóri hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Preben spurði hæfi nefndarmanns í skipulagsnefnd eins og hét þá og ég ætla nú bara með leyfi forseta aðeins að vitna í 17. grein samþykktar stjórn og fundarskapa Akureyrarkaupstaðar þar sem segir að um hæfi bæjarfulltrúa, nefndarmanna og starfsmanna sveitarfélagsins til þátttöku í meðferð eða afgreiðslu mála þar sem á eða til greina kemur að taka stjórnvaldsákvörðun samkvæmt 2. málsgrein 1. greinar stjórnsýslulaga nr. 37/1993 þá gilda ákvæði stjórnsýslulaga sé ekki öðruvísi kveðið á um í sveitarstjórnarlögum.
Og áfram í þá annarri málsgrein hér þá segir að í öðrum tilvikum en samkvæmt 1. málsgrein ber bæjarfulltrúa, nefndarfulltrúa eða starfsmaður sveitarfélags að víkja sæti við meðferð og afgreiðslu máls þegar það varðar hann eða nána venslamenn hans og svo framvegis. Nú snýst þetta ekki um það hvort að viðkomandi í rauninni sé vanhæfur eða ekki, því að samkvæmt því sem að bæjarfulltrúi Preben bar hér upp þá var það spurning hvort að nefndin hefði afgreitt vanhæfi hans með réttum hætti og þar með í rauninni farið á sveig við samþykktir sveitarfélagsins og þá væntanlega við lög líka. Það segir hérna í 4. og 5. málsliður að með leyfi forseta: nefnd tekur ákvörðun hæfi nefndarmanns. Nefndarmaður sem hluta á máli má taka þátt í atkvæðagreiðslu hæfi sitt. Þannig að almenna reglan svo að menn skulu greiða atkvæði hæfi einstaklinga. Við þekkjum það reyndar úr nefndum að það hefur tíðkast að menn hafa borið upp hæfi sitt og vikið á fundum á þess að það hefur verið tekið til sérstakar afgreiðslu. Þannig að á þess að ég er svona löglærður maður að þá er þetta líklega hér ekki farið bókstaflega eftir lögum eða reglum eða samþykktum sveitarfélagsins. En það ber þó að hafa í huga hvort að hæfi viðkomandi starfsmanns hefði haft einhver áhrif á afgreiðslu málsins og hvort það hefði skaðað afgreiðslu málsins. Það verður að horfa þá máli í því samhengi ef ég hef skilið reglur og samþykktina rétt. Þannig að líklega hefði svo ekki verið en samkvæmt þessari túlkun sem ég er að vitna til hérna varðandi samþykktinnar og þá í stjórnsýslulögin fyrirgefið, að þá hefði og í rauninni ber nefndarmönnum að vanda til verka þegar kemur að afgreiðslu hæfi nefndarmanna. Það sé að hæfi sé borið upp með formulegum hætti, þessi afgreitt með formulegum hætti og nefndarmaður sé viðstaddur atkvæðagreiðsluna. En svo kemur mjög skýrt fram í samþykktum og stjórnsýslulögum að viðkomandi aðili sem að telur sig vera vanhæfan, hann má með engum hætti hafa komið að undirbúningi eða afgreiðslu málsins á neinum stigi. Þannig að telja hann sig vera vanhæfan þá er mjög óeðlilegt að hann hefur komið að afgreiðslu málsins. Þetta er það sem ég get allavega tjá mig hér á þessum tímapunkti í bæjarstjórn. Takk fyrir. Eiríkur Björgvinsson, bæjarstjóri, í lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Sigríði Huld, varaforseta, að taka við stjórnfundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Meirihluti bæjarstjórnar áréttar bókun skipulagsráðs að deiliskipulagið kveður ekki á form kvista. Hlutfall og form húsanna taka mið af eldri byggð á svæðinu samanber minnisblað stjóra skipulagssviðs málið sem lagt var fram sem fylgiskjal við fundargerð skipulagsráðs. Þetta er það sem kemur fram á þessum fundi og var farið, og það er til ítarlegri lýsing á þessu. Ég hef allavega ekki neitt meira um þetta mál að segja á svo komnu og legg þær fram þessa bókun. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og biður forseta að taka aftur við stjórn fundarins. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér finnst kannski þetta mál benda til þess að það sé ekki alveg á hreinu hvernig við erum í sjálfu sér að afgreiða skipulagsmál hérna í bænum. Ég get alveg tekið undir það hjá bæjarfulltrúa Preben að það sé svona spurning hvort að svona útlitsmál húsa sé afgreitt í skipulagsráði einu saman og fari ekki fyrir bæjarstjórn. Þegar að bæjarstjórn er að afgreiða og samþykkja tillögur skipulagsráðs eilitla stækkun á byggingarreit húsa vegna byggingar sólskála. Þetta finnst mér einhvern veginn ekki fara beint vel saman og mér finnst þetta kannski vera þá frekar spurningu það hversu langt ætlum við að ganga í því að
fara með mál eins og þessi inn í bæjarstjórn til afgreiðslu og jafnvel smekksatriði sem að við erum ekkert endilega sammála og erum að takast á bara svona pæling. Ég lít þannig á og það var rætt hérna, ef ég man rétt í þessum sal fyrir sennilega 2 ára síðan eða svo, það væri full ástæða til þess að taka þessi mál aðeins upp og skoða hvort það sé nauðsynlegt að fara með öll þau mál sem að koma hér inn og snerta skipulag inn til bæjarstjórnar. Það finnst mér kannski vera stóra máli í þessu. Ég hef svo skoðað svo sem þessa teikningar og ég er svona að segja fyrir mitt leyti að ég sé ekki alla mun á því hvort að þarna eigi að vera A-kvistar eða flattikvistir. Og það er í raun smakksatriði. Ég sé ekki betur en þessi hús beri bara þessa kvisti sem áætlaðir eru bara ágætlega og falli ágætlega umhverfi. Ég á að fara að lýsa mínum smekk. Ég er ekkert endilega viss að kvistir hefðu komið betur út á þessum húsum vegna þess hvað eru há. Hins vegar get ég tekið undir það sem að bæjarfulltrúi Sóley var að benda á áðan að sko, það hefði kannski verið gáfulegast og eðlilegast að setja bara skýr skilyrði þetta strax í upphafi. Og þetta er kannski gott dæmi það að við eigum ekki að fara með svona mál með þessum hætti þarna í gegn. Ef að menn eru á því að ætla sér að hafa útlit húsa með ákveðnum hætti þá bara segja bara hreint og beint og þar með er málið bara dautt. Og ég vil bara benda á það að við vorum að samþykkja hérna kynningu á deiliskipulagi vegna byggingar húss við Strandgötu. Þar er kveðið skýrt á það að húsi skuli vera með A-kvisti. Það bara kemur skýrt fram. Ég skil það sjálfur sér líka, það er hægt að horfa á heildarmynd línu eftir Strandgötunni þar sem væri mjög ankannalegt að sjá eitthvað annað á húsi þar. Hins vegar erum við kannski að sjá þetta með öðrum hætti frá Drottningabrautinni á þeim húsum sem þar er að byggja. En ég er ekki tilbúinn til þess að samþykkja tillögu það að við skilyrðum verktaka til að breyta þessu. Og jú, það voru kannski mistök hjá fulltrúa Vinstri grænna að samþykkja þessa tillögu í skipulagsráði á sínum tíma. En það var þá bara, það voru hans mistök. Það voru ekki mistök annarra ef að þeir eru samferðir að þeir hafi bara gert rétt. Og þess vegna var þessi tillaga bæjarfulltrúa VG í skipulagsráði ekki samþykkt. Þetta er svona mitt innlegg í umræðan en eins og fram kemur að þá tel ég að við þurfum að taka þessi mál til endurskoðunar og skoða hvernig við getum breytt fyrirkomulaginu á þessu. Afgreiðslu skipulagsmála. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil kannski bara taka aðeins undir það sem að bæjarfulltrúi Gunnar kom hérna inn á varðandi það að við þurfum að huga því hverða mál við erum að taka hér inn á vegum skipulagsráðs inn í bæjarstjórn. Og hér bæjarfulltrúi Preben hefur okkur bent á það í sinni umræðu þessi mál að við erum að taka hér lítilfjörleg mál, stækkunar á sólskála eða eitthvað slíkt hér inn og erum þá kannski ekki að taka stærri mál inn. En ég vil líka árétta það að það sem kemur fram og við erum alltaf með skipulagsráð sem að hefur lagt mikinn, að ég vil bara fullyrða, mikinn metnað í starf sitt á þessu kjörtímabili og það hefur verið mikil og góð samvinna innan ráðsins og menn hafa að mínum að til unni mjög faglega. Það er mat meirihlutans þarna eftir að hafa skoðað málið og tekið fyrir minnisblað sviðsstjóra skipulagsdeildar að hér sé í rauninni verið að það sé verið að vinna í þeim anda sem upp var lagt með að húsin taki mið af þessum húsum sem eru þarna fyrir. Menn geta deilt A-kvisti eða flatakvisti og ég sé ekki beint sko að það sé verið að bregða mikið út frá. Það er verið að taka tillit til þessar húsa sem eru þarna til staðar og ég trúi því og tek ekki undir það sem að bæjarfulltrúi Preben fer fram á hér að við endurskoðum þessa afstöðu okkur og bæjarstjórn taki þá ákvörðun að fara að krefjast þess að þessi hús verði með A-kvistum. Þannig ég bara fellst ekki á þá nálgun. Takk.
Það eftir að Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Sem að enginn hefur hvað sér ljós, þá göngum við til næsta dagskrárliðar.